Kristófer, sigur sem var, ég ætla að segja svona frá áhörfenda sjónarmiði allavega svona nokkuð öruggur í lokin, en þetta var ekki auðvelt, var það? Nei, þetta var langt frá það að vera auðvelt. Þetta er náttúrulega mjög kærkominn sigur og sérstaklega eftir þess að tvo tapleiki í röð eftir sterkan sigur á móti Keflavík. Þá vissum við líka bara fyrir leikinn að þetta var mjög mikilvægur leikur og deildin er bara búin að vera þannig einhvern veginn allt þetta tímabil að það er engin leikur auðvöldur og það mun ekkert verða heldur bara með framhaldið og þetta er mjög þéttur pakki sem við erum ennþá inn í, þannig að hver leikur skiptir náttúrulega bara rosalega miklu máli. Það er ekki mikið, það má alla sjá á milli liðana í þessari deild og sérstaklega ekki á svona eins og maður segir góðri ensku, any given night sko, þá einhvern veginn, er þetta bara eins og núna eða leikurinn ykkur á móti Keflavík, geta allir unnið alla. Þetta er svolítið skemmtilegt deild, ekki? Þetta er náttúrulega búin mjög skemmtilegt, þetta er náttúrulega leiðilegt að vera alltaf hinum megin við þegar við erum alltaf að tapa. Sérstaklega þessum leikir sem okkur finnst eins og við eigum að vera búnir að sækja sigur hér og þar. En það er einhvern veginn eina góða við að á meðan við erum búin að vera að missa stig, þá eru líka mjög mörg lið kringum okkur búin að gera allt sama. Þannig að við vitum að við erum ekkert allt of langt frá þessum liðum sem eru fyrir ofan okkur og við vitum að það er mjög stutt í næsta sæti þótt við séum utan úrslitakeppninnar eða whatever sem það er og það er einhvern veginn bara búið að vera stærsta með að halda haus og vita að þótt þetta er búið að vera mjög mikið bras þá er nóg eftir og við erum ekki í slæmum málum og fólk vil vinna en það er náttúrulega bara þetta play-offs mindset sem við þurfum að vera með í hverjum einasta leik. Við þurfum öll tvö stig sem við getum fengið. Nú er ég meina, þið eru með championship, svo ég sletti eftir á ensku, championship pedigree á skýrslunum ykkar, þið eru með, þú veist, í þjálfarastöðunni líka og ég meina bara hvert þú lítir í raun og vernu sko. Lítur að vera ákveðin léttir að ég meina svona eins og fyrir þig að eiga leik eins og þú átt núna, bara flottan leik og vera að fá Jordan inn með þessum rosa krafti. Lítur að vera svona ákveðin léttir að það séu svona, allir partarnir að virka. Já, sjálfsögðu, við vissum það líka að búið að vera svolítið svona, kannski svona dræ hjá okkur sóknarlega, búið að vera stirðir og búið að vera lítið að menn sé að setja punkt upp á töfluna og við erum að fá mjög gott input náttúrulega að fara á Jordan. Hann er að koma svolítið með þetta sóknar meira presence sem okkur hefur vantað og þá einhvern veginn leið og við leiðum leiknum að koma til okkar, komast í flæði í staðinn fyrir að þrönga þessu og halda að við séum allir geggjar á blaðið, þannig að þetta þarf að transfera líka yfir á völlinn og við þurfum að halda áfram að vinna í þessu chemistry og vinna bara í einhvern veginn öllu á báðum endum vallarins og leið og það byrjar að klikka sem mér fannst koma sérstaklega á móti Keflavík eins og það kemur þessu pása og en eins og við sýndum í fyrri hálfleik á móti Stjörnunni það er mjög margt gott hana og við vitum það og við þurfum bara að halda áfram að byggja ofan og allir þurfum að halda áfram að skila sinni. Hvernig er staðan á þér? Þú verður svona að koma inn og út? Hún er ekki orðin 100% en það var fyrst þegar ég var að byrja á móti Grindavík það átti bara að vera 15 mínútur fyrstu leikina. Ég fer beint úr 15 upp í 30 með Stjörnunni og ég veit ekki hvað ég spilaði mikið í kvöld en þetta er virkilega adrenalínið, maður þarf bara að vera smart. Ég veit heldur ekki fara og geistlastað og ná 3-4 leikjum og vera aftur mitti sko, þannig að maður reynir að vera smart en það er alltaf bara öðruvísi tímabil og alltaf stutt í næsta leik, þannig að maður reynir að plássa þetta eins og maður getur en ég finn þetta að koma en ég finn líka að ég er ekki orðinn alveg 100% en það kemur hægt og rólega. Svona alveg í lokin. Ég verði að spyrja út í, það er KR-leikur næst, hvernig líst þér á þá viðureign? Verður ekkert skrítið að fara aftur heim? Jú, þetta verður það skrítið en samt ekki bara tillökun en þetta end of the day þegar við fáum að sleppa það er þetta náttúrulega bara annar leikur í deildinni og 2 stig sem okkur fannst við henda frá okkur í fyrstu umferðinni og við förum bara í eina leik eins og í hvern annan leik. Þetta verður þetta kannski meira tilfinningar? Já, og tilfinningar fyrir kannski ákveðna leikmenn en það var bara gaman að mæta þessum strákum og við þykjum mjög vænt alla þessa stráka og það mun ekkert breytast en við mætum á gólið þá á maður kannski enga vini en jú, auðvitað mjög spenntir en ég vil bara fara þarna og sækja sigur. Klart mál. Takk fyrir.